Já, komið sæl og velkomin í taktíkina. Hingað til mig settir ég komið góðan gest. Það hún Ingibjörg Magnúsdóttir, íþróttakennari. Já, með meiru, getum sagt það. Velkomin Ingibjörg. Já, kannski stórt til orða tekið, já. En ég er íþróttakennari. Og þú ert í ýmsu, en við ætlum svona að byrja kannski að kynna þig inn. Ég meina, í hvað íþróttum byrjar þú? Sko, í sveitinni, þá vorum við bara í öllu sem var í boði. Það voru frjálsar og fótbolti og svo fór maður í körfubolta þegar maður komst í héraðsskóla á Reykjum, Hrútafirði. Og þannig að maður var bara svona í ýmsu. Og ekki góður í neinu en svona skítsæmilegur, sko. En einmitt kannski á þessum tíma er maður líka bara að búa sér til grunn í íþróttum, þannig að maður kannski þarf ekkert að vera alltaf með afreksmarkmið í huga. Nei, nákvæmlega. Það er bara, mér fannst þetta bara allt svo skemmtilegt, sko. Og þess vegna ákvað ég að vera íþróttakennari því að það hlyti bara að vera skemmtilegasta starf í heimi, sko. En hvernig ferð inn í það? Þú veist, ef förum að sinni það ferli þegar þú byrjar að fara í íþróttakennaran og læra þessi íþróttafræði? Já, ég bara fór sem sagt ákvað þegar ég var 10 ára að ég ætlaði að vera íþróttakennari og bara stóð við það. Fór í menntaskólan hér á Akureyri og tók reyndar hlé eftir annað ári og fór í lýðskóla til Danmerkur, íþróttalýðskóla og svo bara strax eftir mennta og fór ég á Laugavatn og kláraði það og fór þá að kenna í skólabúðunum á Reykjum sem er náttúrulega líka geggjastarf. Þú getur verið skemmtilegasti íþróttakennarinn í heimi þú veist þegar krakkarnir koma bara öðru viku. Já. Það er náttúrulega líka ákveðið mistök að byrja á því en svo kom ég norður og fór þá var með fæðingarorlofi og kynntist var reynda búin að sjá ungbandasundi og það heillaði mig alveg gríðarlega mikið og Karl Frímannsson sem var með á undan mér sem sagt spurði hvort ég vildi taka við og ég bara já, ég vil það og hann ætlaði að kenna mér þetta allt. Svo henda mig bara í djúpulegina og lét mig bara bókstaflega og bara ég þurfti bara að redda mér í því og var með það í einhver 20 ár sko. Og þróaði það svona, var með alveg upp í 3 ára alveg regluleg námskeið, 3 ára börn sko. Og svo var ég líka með að kenna 5 og 6 ára svona vor námskeiðum upp í Sundlaug. Og samhliða því var ég með vatnsleikfimi líka fyrir fullorðna. Og sem hefur vaxið og dafnað síðustu árin. En ég er löngu hætt því samt sko. Og og svo fór ég að kenna í Giljaskóla 1 ár. Og síðan 99 þá byrjaði ég Emma og er búin að vera þar meira og minna síðan. Ef við tökum íþróttakennslu, þú finnur eiginlega ekki annan stað þar sem með breiðara aldursbil en ungbarnasund og svo sundleikfimina. Já, algjörlega sko. Það var bara alveg dásamlegt sko. Náttúrulega bara báðir hópar frábærir og maður bara fer í gírinn að leika sig með börnin, þú veist, og ég einhvern veginn svona þá er ég bara svona svolítið leikari sko. Og en svo dettur maður í saumaklúbbsgírinn með vatnsleikum í konunum og en það er bara bæði dásamlegt sko. En þú varst ekkert í sundi eða æfa sundi þegar þú varst yngri? Ekki neitt sko, nei. En það var samt sundlaug í Reykjaskóla, en það var lítið opið fyrir almenning og við vorum lítið í sundi sko. Já, en ég meni ég kunni alveg svona nokkuð að synda en lærði það ekki almennilega fyrir á Laugavatni. Það segir maður líka hversu sko breiður grunnur það er að vera með íþróttafræðina með sér að maður getur farið í alls konar íþróttir, jafnvel þótt að sé ekki manns eigin íþrótt. Ég þarf ekki að hafa eftir fótbolta og farið í íþróttakennaran og svo farið út í fótboltaþjálfun. Nei, en ég er samt þannig að þú veist að ég myndi ekki ég hef aldrei treyst mig til þess að fara að þjálfa einhverja grein sko. Nei. Það er bara, þó ég hafi verið svona viðloðin eins og körfuboltan alltaf þegar vantaði liðið og þurfti einhverja fleiri til að æfa, þá var ég fæ bara æfi, þú veist, og var alltaf svona fyll upp í liði, alveg mörg ár, en ég myndi aldrei fara að þjálfa körfubolta, sko. Nei. Nei, ég myndi ekki gera það. Ekki á þennan hátt, nei. Ekki svona tæknina og... Nei, þess vegna kannski þetta svolítið öðruvísi. Þú ert í rauninni kannski ekki með Jú, þú ert að kenna við alltaf sundtök í ungbandasundinu, en þetta er allt öðruvísi. Já, ég get alveg kennt sund, sko, þú veist, og kennt svona þessi grunnatriði í öllu, þú veist, kannski ekki öllu, en mörgu, en ekki að þjálfa það, sko. Ég myndi aldrei gera það.
En þarna úti í lýðháskólanum, þá kemstu í raun tæri við sko þennan andlega þátt, þessa íþróttasálfræði. Já, íþróttasálfræðin, hún bara, það sem sagt var 88, þá fór ég þarna út og ég þurfti að, það var ekki hægt að velja körfubolta, þannig að ég valdi handbolta. Já, en mér fór gríðarlega fram, sko. Kannski út af þessari íþróttasálfræði þjálfunana líka. Og þar var hann að vinna mikið með svona sýnimyndir og við fórum í gegnum slökun og hugleiðslu og svoleiðis og mér fannst þetta bara geggjað, sko. Mér fannst þetta ótrúlega sniðugt. Það lá við að ég hætti við að vera íþróttakennari og myndi fara í íþróttasálfræði. En það var það ekki úr en svona ég tengst þessu svona bara síðan svona á annan hátt, þú veist. Svo fór ég í jógakennarann og ég fór í að læra nudd og svo fór ég í jákvæða sálfræði fyrir 3 árum þegar ég fór í námsorlof. Þannig að þar hef ég, já. Þar hefur þið fundið þið vel? Já, mér finnst það skemmtilegt, sko. Og ég svona reynda, mér finnst þetta svona, það brennur á mér að fólk nýti þetta svolítið svona hagnýtt fyrir sig, þú veist, eins og íþróttasálfræði, jákvæða sálfræði og já. Þetta er rosa fallegt nafn að fá í jákvæð sálfræði. Förum í stuttumáli yfir það. Ég meina, hvað felst í því jákvæð sálfræði? Já, það er eiginlega, þú veist, þetta er ekki samt svona polljónu dæmi, sko, heldur bara að það þarf ekki að vera neitt þú veist, þú þarft ekki að vera kvíðin eða þunglyndur, heldur bara að byrgja á það sem gott er og vinna út frá því. Þannig að bara efla þrautseigju og vera þakklátur og því líkt, sko. Þetta eru þættir sem skipta miklu máli þegar kemur að íþróttum. Já, nákvæmlega. Þetta er hægt að tengja þetta líka bara við það og þannig hef ég gert það ég tók að mér að setja upp svona íþróttasálfræðiáfanga í skólanum, valáfanga og svona að þróa hann og það var mikill munur frá fyrsta árinu og öðru árinu, hvernig hann var kenndur og settur upp og þetta á að vera svona hagnýtt og við þú veist, það er rosa skemmtilegt að vinna með krökkunum og fá svona hjá þeim að opna augu þeirra fyrir hvað gróskuhugafar skiptir miklu máli að þú sért ekki inn í einhverjum ákveðnum kassa og sjá aðra leiðir út úr því sem þú ert að vinna með. Það fara ekki alltaf eins og aðrir. Kannski þín leið, hver er þín leið, skilurðu, og þín leið. En þetta getur verið svolítið snúið, eða ekki, þegar þú ert með bekk fyrir fram að þú ert ekki að kenna fótboltaliði, þannig getur þú verið með 2 í fótbolta og 1 í sundi og 1 í kraftlyftingum og alls konar blöndu, en samt þetta að kenna þeim öllum í raun jákvæða sálfræði inn á þeirra íþrótt. Hvernig gengur þetta? Sko, þetta gengur ágætlega ef við erum inn í stofu, þú veist, og við erum að fara bara í svona einhver hugtök og velta þeim fyrir okkur og þvílíkt og finna styrkleika og svoleiðis. En mín ástríða liggur svolítið í að gera hugleiðsluæfingar og slökun og vinna með sýnimyndir þar sem þú sérð fyrir þér að þú sérð hvað þú ert búin að vera að gera á æfingunni eða hvað þú ætlar að, hvernig þú getur bætt því, hvernig þú getur fundið bara hverja frumu líkamans gera hreyfinguna nákvæmlega eins og þú vilt gera hana eða heldur hún sé og það er svolítið snúið að gera það með einmitt þennan fjölbreytta hóp, sko. Þannig að en ég hef reynt og ég svo sem veit ekki hvað krökkunum finnst, skilir. Ég hef ekki spurt þau nákvæmlega út af þau sjálf bara, já. En samt sem áður þá þarf þetta heldur ekki að tengjast bara íþróttum, þarf þetta að nýta þetta á öðrum sviðum. Já, algjörlega, þú veist, ég hef bara í morgun að kenna og þá bara ég var bara að láta þau fara í gegnum daginn eða vikuna, hvernig þau vilja sjá hana fyrir sér, hvaða verkefni ætlaðu að taka að sér, hvernig ætlaðu að vinna þau og finna hvernig þau eru sátt við það. Og þetta tekur bara 10 mínútur, sko. Þannig að ég var bara í því með þeim og það er að gera gegnum nám og bara hvað sem er, sko.
Þannig að við getum nýtt þetta bara í daglegu lífi og á það sem við erum að gera og á markmiðin okkar. Markmiðasetning, þú ferð svolítið í hann líka. Já, það er náttúrulega hluti af eins og íþróttasálfræðinni að markmiðasetningin og hvernig markmiðasetning hentar þér, þú veist, og svona reyna að teikna upp bara hvernig, hvað viltu sjá í framtíð, hvað langar þig, hver eru draumarnir og svo finna leiðina og hvaða leið sérðu að því. Þannig mér langar svolítið svona að brjótast út úr því ekkert endilega svona eitthvað smart markmið eins og, þú veist, nákvæmlega þannig, heldur meira svona kannski draumar og markmið og hvað langar þig og hvað ætlar þér og hvað sérðu fyrir þér, sko. Þannig að svona teikna þetta upp svolítið, gera þetta pínu myndrænna og því líkt. Hlýtur að vera skemmtilegt að vera með þennan aldur í framhaldsskóla að pæla í nákvæmlega þessu í sínum markmiðum og draumum og væntingum. Já, en það getur líka verið pínu erfitt, sko, þú veist, en það er líka skemmtilegt, skiljið, þú veist, það er alveg, maður þarf að draga líka upp, þú veist, nennurðu að skoða þetta eða ég veit ekki neitt hvað ég vil, þú veist, en í sambandi við íþróttina sína, þá eru þau yfirleitt, þau vita hvað þau vilja. Já. En það er kannski einmitt eins og með íþróttaferilinn, þú þarft líka að hafa eitthvað annað fyrir utan íþróttina til þess að stefna á. Íþróttaferillinn, hann er, alltaf svona afreksferill er ekki nema vist og íþróttir fylgja okkur í gegnum lífið, en það kannski líka að maður sé með markmið ekki bara á einu sviði eða hvað. Já, bara hvað ætlar að gera, þú veist, og það er ekki svo margir sem verða afreksíþróttamenn, þú veist, og það má alveg spyrja hollustuna í sambandi við að vera afreksíþróttamaður, en maður má alveg hafa drauma það, endilega. Já. Og bara fara eins langt á maður vill, þú veist, eða bara getur í því og þú getur, og líka þetta að geta nýtt íþróttina sína til náms og þú veist að afla þér frítt nám í Bandaríkjunum eða, þú veist, það er náttúrulega bara geggjað, sko. Þú þarft ekki vera afreksíþróttamanneskja til þess í rauninni. Nei, nákvæmlega. Við ætlum að halda áfram að tala jákvæða sálfræði en það er komið að því að taka stutt auglýsingarhlé fyrir það. Og við höldum áfram hérna í taktíkinni, hjá mér setti hún Ingibjörg Magnúsdóttir, íþróttakennari. Já, við vorum að ræða jákvæða sálfræði hérna fyrir hliðið. Já, sko, ef við förum í þetta, það er náttúrulega mismunandi íþróttagreinar. Það er þessar einstaklingsgreinar og svo eru hópíþróttir. Í hópíþróttunum þá kannski skiptir þess meira máli þessi leiðtogahæfni að það sé einhver sem taki það hlutverk að sér. En svo samanskapi líka að maður móti sér líka sína sérstöðu að maður þarf að vera partur af liði en svo er maður líka einstaklingur. Já, þetta samspil, það getur verið stundum svolítið snúið. Já, í íþróttasálfræðinni er það náttúrulega, þú veist, það er leiðtoginn og það er liðsheildin og liðsmaðurinn og allt þetta. Þannig að já, þú veist, þú þarft að efla það en þú ert líka í einstaklingsíþrótt og þú ert samt líka liðsmaður, þú ert með fólk í kringum þig og það eru aðrir að æfa með þér yfirleitt og þú getur alveg verið að vinna með, þú veist, hugræna sýnimyndaþjálfun og annað, þú veist, þó að sé aðrir með þér í liði og þú ert bara að fara í gegnum, en það er kannski einfaldara oft þegar þú ert kannski skautamanneskja og ert að fara í gegnum rútínuna þína og það er minna áreiti af öðru fólki í rauninni kringu því. Þannig að það er alveg spennandi, sko. Og það er náttúrulega líka bara í lífinu, það eru leiðtogar í lífinu og liðsheild þar og einmitt einstaklingssérstaðan, sko. En ef við tölum þetta bara eins og inn í skólanum, íþróttakennslan þar, ég meina hún hefur verið að breytast mikið núna, það er náttúrulega COVID, þess að bregðast við því. Já, jákvæð sálfræðin, getur hún gagnast eins og á tímum COVID? Já, hún getur það, sko. Ég hef pínu búin að vera duglega að senda aðeins pósta og svona, þá hef ég nýtt einmitt úr því, svona pepp-pósta svolítið og en þá bara á mína nemendur og við svona, á okkar og í rauninni höfum við aðeins verið að, þú veist, eins og fyrsti bekkur þegar við höfum verið á Zoom-tímum með þau og fyrsti bekkur fær alltaf annan einfaldan tíma sinn, þá er bara smá svona liðkandi æfingar og svo er slökun og svona hugleiðsla og svona reyna aðeins að fá upp úr þeim, það gengur misvel
En svona bara að gefa þeim tækifæri að tjá sig, sko. Og ég reynda svona, þú veist, ég ekki gera lítið úr því að það rosa mikið talað að unglingum líði illa og fólki, en þú veist, og þannig að sumir eru bara farnir að upplifa, mér á að líða illa, sko. Þannig að við erum svona aðeins að reyna, þú veist, bara, það má alveg líða vel, sko. Já. Og það á að líða vel og bara við erum glöð með það og kannski hentar bara sumum vel að hafa þetta svona og bara við viðurkennum það bara líka, sko. Já, maður má ekki vera með samviskubiti við því að líða vel þó að kannski ástandið sé erfitt. Já, einmitt, þú veist, það er bara svona næstu því orðið þannig að bara, þetta má ég viðurkenna það að bara mér líður bara vel og það er bara gaman, sko. En svo kannski þetta eins og þú nefndir áðan, þetta þarf oft ekki að taka langan tíma. Ég átta mig á mikilvæginu að hugsa andlega þáttinn minn og hugleiða, en ég kannski hef ekki tíma til þess að fara í klukkutíma, jógatíma, en þetta þarf kannski ekki að taka nema einhverja 10 mínútur eða hugleysla getur tekið ennþá styttri tíma þess vegna. Já, 3 mínútur þess vegna, sko. Þú veist, bara, og við erum líka að reyna að kynna öndunaræfingar sem að náttúrulega bara stilla hugan af, róar taugakerfi og bara bætir einbeitingu. Þú veist, 3-4 mínútur. Það geta skipt sköpum, en það er bara að muna eftir sig. Við gleymum þessu bara að það sé hægt að gera þetta. En svo kannski líka þessi umræða, eins og segir. Ég fæ þetta samviskubiti við að líða vel að því umræðan er þannig í kringum mig. Þú ert að tala um að senda tölvupósta. Þetta er kannski spurning líka, hvernig tölum við hvort annað? Já, nákvæmlega. Að bara, þú veist, reynum að sjá björtu hliðarnar, sko. Án þess að vera, þú veist, ég vil ekki vera eitthvað Pollyanna, þú veist, en bara, þú veist, já, bara hvað er að góða úr þessu, sko. En samskipti og núna eru samskipti á krökkunum, það eru samfélagsmiðlar sem koma þar inn í og samskipti eru mjög rafræn. Það eru kannski ekki jákvæð samskipti eða kemur þetta inn á þessi samskipti, þessi jákvæða sálfræði, rafræn samskipti og mannleg samskipti og eru við að tapa einhverju jákvæði í mannlegum samskiptum? Sko, samskiptin eru kannski allt í lagi í gegnum þetta, sko, nema að þau taka náttúrulega kannski langan tíma í staðan fyrir að taka upp tólið og hringi eitthvað. Það var bara alltaf senda og að vera að fylgjast með, hvort það sé búið að svara og allt það. Og svo skiptir máli hvort þú ert að senda broskalla með eða hvað, þú veist, og það er bara að vera að túlka á mismunandi hátt. En ég hef svolítið áhyggjur af, þú veist, þessum, þú veist, hvað, ekki bara unglingar, heldur líka bara miðaldra fólk og veist, miðaldra konur eins og ég eða rosknar eða hvað maður, þú veist, að við erum að hanga og skoða eitthvað sem að bara, þú veist, gerir ekkert fyrir mann, sko, nema þá að draga mann niður. Og og þetta er bara fíkn, maður ánýtast þessu. Þannig að við þurfum einhvern veginn að gera okkur grein fyrir og bara viðurkenna og bara hætta þessu rugli. En að því þú ert líka að kenna í menntaskólanum núna, þú veist, hvernig er staðan á unglingum í dag með þetta? Það er bara, þú veist, þau eru að skoða, þau eru mjög upptekin með símann og allt. Það er bara staðreynd. Það er þannig. En og svo eru þau náttúrulega, þú veist, svo eru þau allan daginn núna fyrir framan skjáinn. Þannig að við ákváðum náttúrulega líka þess vegna bara, þú veist, að demba okkur í að vera með íþróttatímana á Zoom bara. Þannig að þá verður þau allavega að standa upp og hreyfa sig fyrir framan skjáinn. Og þá hafa þau ekki tækifæri til þess að vera að vafra á meðan. Þannig að það er jákvætt. En við erum ekkert vinsælust að vera að láta við vitum það alveg. Þau eru örugglega vinsæl hjá foreldrum samt að ná þeim á fætur heima í COVID-ástandinu. Já, alveg, jú, örugglega, við vinnum örugglega punkta. Og þau vera þakklátt seinna, sko. Já. Það er bara... En hún var einmitt hjá mér, hún Hófa, og hún var að segja mér að eitt af því mikilvægasta í þessu starfi, það er að ná að kveikja þennan áhuga hjá þeim til þess að hreyfa sig, sama hver hreyfingin er. Já, það er bara algjörlega... Það er það sem skiptir mestu máli. Við erum að reyna að tendra og ég meina stundum þarf maður bara að gera eitthvað leiðilegt, en þú veist, þú veist að gera það gott, sko. Já.
En ef við tölum aðeins meira þetta, sko, hvernig það verið með þessa Zoom-tíma, ég meina þetta getur verið snúið, þið eru ekki með glærukynningar eða bóklegt nám í gegnum Zoom eins og aðrar greinar inn í menntaskólanum, þið eru með íþróttakennslu. Hvernig hefur gengið að aðlagast þessu nýja aðstæðum? Já, við erum bara með 2 stúdíó upp í Fjósi, íþróttahúsin okkar og stúdíó og við bara setjum æfingar vikunar og æfingardagsins og erum bara fullum með þeim því að svona að mestu leyti. Verðum nú stundum að taka pásu, finna okkur að tjekka hvort þau séu örugglega að gera eitthvað. En við verðum örugglega að koma vel undan þessu íþróttakennararnir. Við höfum aldrei hreyft okkur jafn mikið. Ég meina við hin tölum COVID-vituna sem er að samlast utan á okkur, þá á íþróttakennarar þá aldrei verið í betra formi en akkurat núna. Já, en nákvæmlega. Ekki síðan bara síðustu öld, sko. En í þessum tímum, ég meina, hvaða lausnir í boði geta þið verið mikið úti eða hvernig geta þessar æfingar verið? Sko, við erum bara með svona sjálf bara mikið, æfingar án þess að vera með þyngdir og þannig að við erum bara setjum þannig upp æfingarnar. En náttúrulega svo er þetta að rædda sig bara með því að setja þunga bækur í tösku og við nota sem einhverja þyngd og þau eru flest með það. Og síðan geta þau líka valið að þau fá samt meira svona fyrir að vera með í Zoom-tímanum og við sjáum að þau séu að gera eitthvað, en þau geta líka gert hreyfiskýrslur og farið þá út og tekið upp á leiðarapp og skila þeim inn eða gert æfingar og sumir gera þetta mjög vel, aðrir senda okkur bara linka af einhverju YouTube-myndböndum og ég gerði þetta. Já, jú, frábært. En í þessari kennslu, sko, þetta er að drífa þau náttúrulega á lappir og drífa þau til þess að gera eitthvað. Hafið þið lent í einhverju skrautlegu eða þetta hefur verið lærdómsferli fyrir ykkur líka að taka þátt í þessu? Já, ég meina, ég elska ekkert að vera fyrir framan skjáinn og hreyfa mig og svitna og vera eins og já, en ég meina, maður gerir þetta bara, og þetta er bara búið að vera gaman, sko, þetta er búið að vera áskorun, en ég efast að, það er ekki allir sem myndu örugglega að gera þetta, en við erum bara létt klikkuð þarna upp frá og sjáum ekkert eftir því, sko. Nú erum við búin að fara yfir svolítið margar íþróttir í þessu viðtali, þú ert búin að vera í alls konar, sundið og karvan og jógað og sko, þú ert ekkert endilega einblín á einhverja eina grein, þú horfir svolítið þá bara í hreyfingu og mikilvæg hreyfingar í þinni íþróttaiðkun. Já, ég er svo rosalega mikil almenningsíþróttamanneskja, sko. Ég bara, finndu bara það sem þér finnst skemmtilegt og gerðu það, og ég, það er svona bara mín ástríða fyrir því og reyna og í sambandi við vinnuna þá bara finnst mér rosalega mikilvægt að kynna það sem er í boði. Og ég man bara að þegar ég var á Laugarvatni þá kom ég hingað í Emma í svona, ég kom í heimsókn til þess að skoða íþróttakennsluna, þó ég vissi nú nokkurn veginn hvernig maður og ég man ég spurði, er ekki hægt að hafa eitthvað val? Nei, það er ekki hægt. Og ég bara, þá setti ég mig bara markmið, ég skal koma að kenna og það skal verða eitthvað val. og það varð úr, þannig að í síðasta árinu sínu þá hafa þau fengið að velja jóga og bolta og þrek, eða líkamsræktina. Og það sem þú séð eins og nákvæmlega þar er hvað til dæmis það að geta valið jóga hefur verið vinsælt. Já, það hefur verið vinsælt, en við finnum alveg að það er að dala líka, sko. Ræktin er að taka yfirhöndina algjörlega, sko. En við ætluðum að gera tilraun á þessari önn, þar sem að þau voru ekki að velja fyrir alla önnina. Heldur að þau gætu, við sendum bara prógram á föstudaginn, þá gerum við þetta í boltanum, þetta í ræktinni og þetta í það verður annarkvort jóga eða einhver slags svona hotbutt eða eitthvað, þannig. Og en það var eitthvað minna það í þessu ástandi eins og það er núna.
Þannig að tilraunin með það gerist síðar. En ætlaði sé kannski þetta að sko, markmiðin eru á öðrum stað á þessum aldri að markmiðin mín með íþróttaiðkun eru meira útlitstengt heldur en ég fatti hvað það gerir fyrir mig, já, bara heilsuna mína og já, lífstíli mína að stunda íþróttir. Eða heldur það hafi áhrif á valið þarna á þessum árum? Það gæti verið sko, en þau líka bara kannski það sem þeim finnst skemmtilegast sko, það sem þeim finnst áhugaverðast og það er líka frábært að þú getir valið það sem þeim finnst áhugaverðast og það er líka markmiðið sko. Já. Þannig að það er geggjað sko. En við höfum líka verið með jógatíma fyrir 3. bekk sko. Þú veist, þau geta valið hvort þau fara í þrek súmtíma eða hvort þau fyrir jóga súmtíma og og þau eru að velja jógað sko, núna. Já. Þannig að kannski er það líka bara tíðarandinn. Kannski er það bara hvernig samfélagið er. Og við erum bara að reyna að synda með og hvað er það sem er að virka og hvað vilja þau? Að reyna að fylgja taktinum. Ætli að verði kannski þegar upp er staðið það verði svo fegnir að komast aftur í svona hefðbundna íþróttatíma að íþróttir verði bara aldrei vinsælli. Já, ég hugsa þau verður svo þakklátt fyrir að hitta mann í einmitt og þau klæjar alveg í fingurna að fá að snerta bolta, sko. Já. Það er bara, megum við fara í fótbolta, megum við fara í körfu. Já, bara nei, við verðum fór út að ganga eins og var í haust, sko. Svona rétt að lokum, svona, ef við skautum að sér, ég meina, saknar þess ekkert að vera eins og í ungbarnasundinu, er það ekki? Jú, það blundar í mig, þú veist, ég var alveg til í að fara einn og einn tíma, sko, allavega. En þetta var bara svo mikið utanumhald líka og þannig. Já, þú ert alveg eins að kenna foreldrum þar eins og krökkunum. Já, eiginlega markmiðið er náttúrulega að kenna foreldrum að vera með barnið í sundi og fyllast öryggi með það í sundinu og kenna þeim svolítið svona að leika sér með þeim í vatninu. Er ekkert skrítið að sjá börn sem hafa með í ungbarnasundi að vera svo eldri og sjá þau þegar eru orðin, já, eldri þegar eru byrjuð í ungbarnasundinu? Jú, þau eru núna nemendur hjá mér, til dæmis í skólanum og ég sagði ekkert þannig að ég ætla að hætta með ungbarnasundi þegar að þau fara að koma börnin sín. Og það varð eiginlega þannig. Já. Þá var hringnum lokað. Þá var hringnum bara, ok, ég er farin að kenna börnum, ég var orðin amma þarna. Já. Það er einmitt, þú er komið tími á okkur núna, við erum búin að loka hringnum. Ingibjörg, takk kærlega fyrir að koma til mín í settið. Og áhorfendur, takk kærlega fyrir áhorfið. Í næsta þætti mætir hann Eiki Helgason, atvinnumaður í brettaíþróttum til mín í settið. Ekki missa því.